Hæ. Mig langar að fara yfir eina skák sem ég teldi fyrir að verða 20 árum síðan á Norðurlandamótinu í skólaskák sem var liðakeppni. Þetta var síðasta umferðin og við þurftum að fá allavega held ég 2 eða 2,5 vinning til þess að vinna umferðina. Vinna mótið minni. Þegar ég teldi þessi skák þá bjóst ég við að fá drekann en ég bjóst ekki við að þessi skák yrði eins stutt eins og hún var og hún kláraðist bara hálftíma. Þetta er frekar mikilvægt afbrigði í drekanum þegar hvítur langkrókurar. Fyrir C5, allir fyrstu leikinir eru frekar eðlilegir og í þessari stöðu hér ákvað ég að leika D5 sem er aðalleikurinn í stöðunni. Svartur getur líka leikið í þessari stöðu riddari drepur D4 eða biskup D7 en þeir eru mun hægari heldur en D5. Og D5 er líka kosturinn við hann er að ef hvítur ekki búinn að leika C4 þá er D5 oft getur verið góður leikur í svona stöðum til þess að opna miðborðið og opna fyrir biskupnum í leiðinni. Andstæðingur minn tók C6 hér og hann ákvað núna að þiggja þessa peðsvort sem þessi lína með D5 gengur út á. Þetta er enda ekki krítiskasta leiðin fyrir hvítan í dag en á þeim tíma var þetta mikið telt. Ég drepur, riddari drepur, C drepur og drottning drepur. Ok, svartur er núna peð undir og það er líka að vera að hóta hróknum hér. Þá bara spurning, hvernig eigum við að halda áfram þessar stöðu? Ef við höfum biskupinn á C8, þá mun bara skiptast upp á drottningum og hvíturum með peð yfir, eða 2 peðum yfir kannski í endatöflunum sem er bara ætti að vera frekar einfalt fyrir hvítan að klára. Þannig að svartur þarf að gera eitthvað mjög krítískt. Í þessa stöðu leikur hann drottning C7 sem er ekki mannsfórn eða hróksfórn vegna þess að ef hvítur drepur A8 þá leikum við biskup F5 og vinnum drottninguna vegna þess að við hótum máti á C2 og eftir drottning drepur F8 kóngur drepur F8 þá er líka svartur með aðra hótun í þessa stöðu sem er að drepa B2 og leika drottning E5 ekki drottning E5 vegna þess að það er hrókur D8 og hvítur er bara með verri stöðu hér. Ég held að hann geti leikið hrókur D2 en eftir H5 og við undirbúum síðan að leika drottning E5 í þessari stöðu eða drepa H2 eða eitthvað svolítið og þessi stað er bara miklu betur á svart. Ef hvítur leikur ykkur öðru eins og C3 í þessari stöðu þá heldur svartur bara einfallega áfram með koma út mönnunum og núna er hugmyndin örugglega að fara að leika hrókur D8 eða hrókur C8 að fara að pressa á C3. Þessi stað er eiginlega frekar erfið fyrir hvítan. Til dæmis, þetta er svona dæmi einhverja línu sem getur komið upp og hvítur fær ekki neitt út úr þessu dæmi. Hvítur leikur drottning C4, þá kemur drottning E5, hótar á E3 og B2, þannig að það er fullt af svona taktík í þessum stöðum. Andstæðingur minn ákvað að leika aðaleiknistöðinu sem er að mæta drottningunni hjá okkur. Og nú er spurning, við viljum heldur ekki skipta upp eins og áðan vegna þess að uppskiptin gera okkur einfallega að við verum bara peð undir. Þannig að það er spurning hvert á drottningin að fara. Í fyrsta lagi þá er B8 reitun eða B7 sem kemur til greina. Venjulega finnst mér kannski drottning B8 að vera eðlilegri en eftir C3 í þessa stöðu þá er ekkert endilega augljóst hvernig svartur heldur áfram vegna þess að svartur leikur eitthvað eins og biskup E6 við hugmyndin að hóta A2 þá leikur hvítur einfallega drottning A5 og það er allt valdað í þessari stöðu og ef svartur leikur í staðinn ekki biskup E6 heldur biskup F5 þá kemur biskup A6 og við náum ekki að leika hrókur C8 og ef við náum ekki að leika hrókur C8 í þessari stöðu þá sé ég ekki eiginlega hvernig við náum að koma út mönnum og ég held að þess vegna sem drottning B7 sé aðaleikurinn í stöðinni. Hvítur getur ekki haldið áfram að reyna að skipta upp á drottningum og vonast til að svartur leiki bara tilbaka eða eitthvað svoleiðis en þess að svartur getur einfallega bara skipta upp
og leikið hrókur B8 og unni P á B2 og þessi það er miklu þægilegra svart. Aðalleikurinn í stöðunni sem ég held að sé ennþá í dag er drottning A3 með hugmyndina að valda P svona og leika síðan B3. Þetta er önnur skák sem ég mun fara yfir á öðrum stað og hún er eitt af uppáhalds skákunum mínum vegna þess að ég náði að vinna stórmeistara í fjöltefli frekar sannfærandi. En aftur að skákinni. Í skákinni lék hann biskup D4 sem er frekar einfaldur leikur af því leyti hann vill bara skipta upp á þessum hættulega biskup hér. En við náum bara að virkja mennina út með tempó. Ég leik bara biskup F5, hóta núna að leika hrókur C8 og það er rosalega erfitt að sjá hvað hvítur á að gera í þessari stöðu. Ef hvítur drepur þá kemur einfaldlega hrókur C8 og staðan er eiginlega bara búin. Þannig að það sem hvítur hefði þurft að gera, sem var bara eini leikurinn í stöðuna, hann hefði þurft að leika biskup D3 sem er samt frekar óþægilegt að leika vegna þess að biskupinn á D4 verður alltaf onni eftir hrókur C8 en þess að drottningin getur ekki farið á neitt reit á þess að eitthvað hangi. Ef hann leikur drottning B5 getur við drepið á C2 eða fyrst á B5 og síðan C2. Þannig að drottning A3 drepið hér hrókur C3 og þessi lína hér er frekar skemmtileg. Ef biskup D3 kemur drottning G5 og skákum síðan P-ið af og hrókin af og þessi lína er bara óteflanleg fyrir hvít minna ég. Þannig að andstæðingurinn minn leik C3 í þessari stöðu sem er bara of hægur og líka annað sem þessi leikur gerir er að hann veikir hvítan allt of mikið á svörtu reitunum og vegna þess að þessi lína núna opnast hér sem er bara algjörlega bara ekki boðið fyrir hvítan að gera. Svartur eða ég leika einfaldlega þessari stöðu hrókur C8 og núna getur drottningin hér ekki valdað E3 reitin lengur og framhaldið var bara frekar einfalt. Hvítur leik drottning B5, ég leik biskup H6, hrókur D2, drepið og hrókur hér og það er engin leið að koma í veg fyrir hrókur drepið D4. Andstæðingur minn leik G4 en það skiptir engu máli, ég drap á D4 og næst er að drepa D2 og staðan er búin. Þannig að þetta var frekar samfærandi skák í þessu afbrigði og eins og segja eitt af fyrstu skákunum sem ég teldi í drekanum með svörtu og tryggði okkur sigurinn í þessu Norðurlandamóti meðal annars.